Grindavíkurhöfn hefur löngum verið mikil aflastöð og margar landanir átt sér staði gegnum tíðina, en minna hefur verið stórar uppskipanir. Það hefur þó fæst í aukana á undanförnum árum. Að öllum líkindum var nýtt þyngdarmet slegið á dögunum þegar miðað við eina hífingu, en þá voru 12 forsmíðar húsaeiningar hífðar á land, en hver og ein vegur á bilinu 50 til 60 tonn. Það fyrirtæki Laufás sem stendur að þessum innflutningi. Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri, fræddi okkur þessa nýjung í byggingarlist á Íslandi. Laufás byggingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í að framleiða forsmíðuhús sem koma til landsins allt að tilbúin. Og við veljum okkar samstarfsaðila gaumgæfilega og vinnum náið með þeim. Og ástæðan fyrir því að við erum í Grindavík með þessi hús núna að hér erum við með lóðir í einu frábæra nýja hlíðarhverfi sem mjög spennandi, mikið af flottum lóðum þar. Og við ætlum okkur að byggja raðhús og 2 og klára það fyrir jól. Þetta rúmmálseining. Þetta sem sagt þú ert með heildareiningu, þar sem þú ert með veggi, þak og gólf. Þessar einingar núna koma á steyptum sökkli með steyptri plötu og allt unnið innanhús við bestu aðstæður hjá framleiðanda sem samþykktur af Laufás og með mjög flott og ítarlegt gæðakerfi sem tryggir ákveðin vinnubrögð sem eru framúrskarandi að mínu mati. Og þetta kemur þetta hannað á Íslandi og smíðað þarna úti og kemur nánast tilbúið. Það svona fínes sem eftir, en inn í þessum, þú kallar þetta gáma, módúll, já, rúmmálseining, inn í honum eldhúsið bara klárt. Þar ertu með eldhúseyju, þú ert með eldhústækin og það búið að koma þeim fyrir. Þannig að þú hefði nánast getað boðið mér inn í morgun, bara húka rafmagn í og hefði getað hellt upp á kaffi fyrir mig? Nánast. Við myndum kannski vilja tengja við vatn líka og það svona frágangur eftir. Ég ætla ekki að vanmeta það, þetta ekki búið sko. Hjálmar lagði mikla áherslu á hönnunarhlutann og vandaði mjög vel til verka. Þú ferð ekkert í svona nema að hafa alvöru hönnuði. Og við erum að bjóða upp á húsnæði fyrir íslenskar aðstæður og öll hönnun íslensk. Ég var svo rosalega heppinn að ég fekk Aðalstein Snorrason, stofnanda Arkis, til liðs við mig. Hann aðalhönnuður hússins og Aðalsteinn hann bæði reynslumikill en hann var sjálfur búinn að vera að hugsa í svona módúllausnum áður og búinn að gera í 10 ár. Þannig að hönnunarferli gekk mjög vel. Þetta mikið teymi sem kemur að þessu. Verkfræðihönnun í höndum Verkfræðistofu Reykjavíkur og þar lagnahönnun og rafhönnun og burðarhólshönnun og svo framvegis. En hönnunarferli á Laufáshúsunum frekar langt og strangt, bæði að því að ég svo mikill kverulant og vil skipta mér að því sjálfur, en líka að þú átt að hanna hús samkvæmt íslenskum aðstæðum og íslenskri byggingarreglugerð, en svo viltu fara með þá hönnun út. Þar ertu með annað hönnunarteymi, þar mikil þekking og mikil reynsla og þetta vinna með góðum framleiðanda, þannig að þú vilt að þetta samtal eigi sér stað á milli hönnuða til þess að finna bestu lausnina. Það rosalega mikilvægt. Hjálmar hafði íhugað ýmsa kosti áður en hann datt niður á byggingarlist Íslendinganna og hann heillaðist. Hann fór yfir hvar eistar standa í timburiðnaðinum, hversu umhverfisvænir þeir eru, hvernig þeir byggja þessi hús og síðast en ekki síst, hvernig þau enda á sínum endalega stað á Íslandi. Timburgerinn hjá þeim eiginlega þeirra sjávarútvegur og þeir mjög framarlega. Þeir langstærstir í Evrópu, næststærstir í heimi og eftir Kanada þegar kemur að útflutningi á timburafurðum. Það skiptir máli þegar maður nota timbur til bygginga að það sé úr sjálfbæru skóglendi og það þetta vottað í Evrópu
og ef þú ert að nýta timbur úr sjálfbæru skóglendi þá veistu það að menn gróðursetja á móti því timbri sem er verið að nýta. Slíkt timbur framleiðir þannig andrúmsloft. Það er að segja með því að nota það að þá verður gróðursett meira. Og þetta er mjög mikilvægt. Timbur almennt, þú færð ekkert mikið umhverfisvænna efni til bygginga. Og það mætti vera mun meira á því á Íslandi. Þegar ég stofna Laufás, þá fer ég eiginlega af stað með að fara að kaupa element. Það sem að þú kaupir veggeiningar og þú raðar þeim þá upp á forsteypta plötu. Það er eitthvað sem hefur verið við lýði á Íslandi núna í einhver ár. Mjög algengt. Já. Mjög algengt. Já. Síðan því ég fór að skoða og hitta framleiðendur, ég tók mig góðan tíma í það. Ég skoðaði 17 framleiðendur, Eistland, Lettland, Pólland og Litáin og heimsótti þá og þá því ég sá þessa módúla, þessar stóru rúmmálseiningar sem eru kláraðar innanhús við rétt rakastig, rétt hitastig í gæðakerfi. Öll byggingin er innanhús á byggingatíma og þú klárar dæmið að þá fylltist ég öryggistilfinningu því að það er ábyrgð að hluta byggja og þetta er ekki bara stór fjárfesting fyrir fólk, þetta getur haft áhrif á heilsuna. Og ég mun aldrei bjóða upp á lausn sem að byggir ekki á forsmíðum einingum frá A til Ö. Það er bara eitthvað sem að ég er tilbúin til þess að kvitta upp á og ég held að þú getur ekkert byggt á öruggari máta. Á Íslandi eru sérstakar aðstæður. Það er rosalega erfitt að tengja saman 3 vikur þar sem ekki er úrkoma. Og þegar þú ert með rigning á byggingarstað að þá hentar ekkert sérstaklega að vera einangra hús á utan. Það bara er ekki gott. Og þó þú sért með forsmíðuð element að þú vilt ekkert að það komist raki í einangrun eða þú vilt hafa þetta öruggt og þú vilt hafa fráganginn að hann sé þannig að það komist ekki raki í til þess að skemma. Þessar einingar eru svolítið sérstakar af því að þær eru með steyptum söklum og koma á steyptri plötu. Þetta er nýþungt, 50 tonn stykkið. Skipið var að koma með 1000 tonna húsnæði til Grindavíkur sem er galið. En við munum slaka þessu niður ekki með krana. Eistneski framleiðandinn er með patent á sérstökum búnaði, þannig að hann setur glussatjakka inn í húsið og þessi verður slakað niður á púðan svona rólega. Og það er mikilvægt til þess að sjá að þetta sé akkurat á réttu leveli, það sé engin halli og þá leggst þetta jafnt og púðin helst heill undir.